Ingólfur, ég ætla nú að ræða við þig allt önnur mál. Þú ert doktor í sjávarútvegsfræðum og ýmsu því tengdu. Þú starfaði í Noregi, Bandaríkjunum, Sri Lanka, er það ekki, og víðar. Þú skrifaðir lærða grein í norska sjávarútvegsblaðið Fiskarinn daginn, þar sem þú talar kannski það sem sló mann mest þar var talan sem þú nefndir skuldir sjávarútvegsins og hvað það hlutfall þess af veltu greinarinnar. Já, ég var nú fyrst að gera hans grein fyrir hvernig ástæðan fyrir því að skrifa þessa grein, en hún var svo að prófessor Thorbjørn Trondsen hafði skrifað grein fyrir stuttu þar sem að hann sýndi fram á að skuldir norska sjávarútvegsins hafa aukið skífulega eftir að þeir settu á kvótakerfi hjá sér, þó að væri svolítið öðruvísi og sérstaklega juku skuldirnar hjá fiskiskipum og sem hann bendir til þess að þeir séu kannski að fara þessa sömu leið og við og þess að skrifa þessa grein og þessar tölur þarna úr sjávarútvegi, þær eru teknar úr skrifum úr íslenskum blöðum sem að vísu enginn hefur mótmælt, en síðan hef ég aðeins farið í gögnin og kontrollera þessar tölur og skuldirnar eru ábyggilega þarna einhvers staðar á milli 400 og 800 milljarðar og ég held að það sé ekki nokkuð á því. 400-800 milljarðar? Já. Og hvað er það margföld ársvelta greinar? Það er áætlega ársvelta greinar að verði núna með þessum hækkunum sem urðu við fall krónunnar síðastliðið haust, væri 150-160 milljarðar. Þetta er fjórföld, fimmföld ársvelta greinar. Það er náttúrulega ekki ljóst að það er ekki hægt að borga svona skuldir. Af framlegðinni er ekki nægt til að borga svona skuldir. Nei, það er svo við getum bara tekið dæmi sem að ef ég ætla að fara að fjárfesta núna í greininni og þá kannski myndi ég fjárfesta í verksmiðju Tóra fyrir 2 milljarða og ég þarf cirka 5.000 tonn til þess að reka hann á ári, þannig að svona vel séð og þá þarf ég að kaupa kvóta upp á 5.000 tonn, þar sem að þorskígildi kostar kannski 4.000 krónur kílóið og sem segi það kostar 20 milljarða og ég fengi kannski eitthvað rúma milljarð á ári í veltu af því og síðan fyrir 45% í mannakaup og 15 í olíu og svo framvegis og þannig að líklega ég með 20% eftir sem að eru þá 200 milljónir sem að ég hef fyrir þá afskriftir og afborgunarlánum og í vextina til að borga af þessum 22 milljörðum og þá afkastninga því fjármagni þá sirka 0,009% nokkað í þá áttuna, þannig að dæmi gengur alls ekki. Það gengur ekki. Hvernig lenti greinin í þessu? Undirstöðu atvinnuvegur í þessu? Já, það er þannig að þegar kvótakerfið var sett á og þá hafði verið lengi viðvarandi fjármagnsleysi í sjávarútvegi og það var engin breyting því í sjálfu sér þegar þetta einstaklega kvótakerfið sett á og þá kemur spurningin þegar menn fóru að reyna að stækka fyrirtækin með því að slá saman kvótum, hvernig átt að gera það og menn voru svo heppnir á sama tíma þá var Kauphöllin nýlega komin á laggirnar og þá var það gert þannig að litli kallinn kom til stóra kallsins og svo var slegið saman og við sameininguna þá var skrifað upp á efnahagsreikningi verðmæti kvótans og sem að gera það að verkum að verðmæti hins sameinaða fyrirtækis það jókst gífurlega og síðan fór litli kallinn þá með hlutabréfin í Kauphöllina þar sem hann gat selt hana og tekið út sinn hluta en veðhæfnin hækkaði mikið í stóra fyrirtækinu sem var eftir sem að gera það verkum að menn gátu farið út og slegið lán út. Slegið meira lán. Þannig að efnahagsreikningarnir stækkuðu alltaf. Já. En verðmætin sem voru raunveruleg verðmæti á bakvið þetta þau aldrei aukist neitt. Nei. Það sem að fyrirtæki eða þessi ágæti Skuttóra minn sem ég var að kaupa sem tók dæmi á núna. Já. Að hann getur bara staðið undir svo og svo miklu. Já. Og eins og ég sýndi fram á í grein í Morgunblaðinu 97 að þá
og þá var það í hæsta lagi gat hann borgað 78 krónur minnir fyrir kíló þá. Já, en verðið á kílónu og komið upp í 4.200 krónur? Já. Og það algjörlega, náttúrulega, enginn sem kaupir kvóta á því verði. Það bara eitthvað huglægt verð sem notað við það að blása út efnahagsreikningana, eins og segir, og veðsetja meira. Já, eins og var sem fram með dæmið þessu skutu, að afkvösturinn af fjármagnu, þessi velda fjármagnu er 0,09%. En þú getur sett það í banka og fengið 10%. Eða banka keypti ríkisskuldabréf og svo framvegis, og þá ertu kannski með 2,2 milljarða af sama fjármagni. Þú getur farið gert eitthvað allt annað með peningana, komið þeim úr landi eða byggtir verslunarhallir eða eitthvað svo. En þegar þetta kerfi var komið í gang, þá var verð á kvóta orðið undir eins það hátt að það gat enginn keypt þetta á frjálsum-markaði. Þannig að þetta spanns bara áfram. En þannig, eins og þú segir að kerfið sé ekki, rentabelt, það sé ekki hagkvæmt. Já, kerfið er ekki hagkvæmt. Það sem alveg á hreinu þegar maður lítur á þessar tölur að þó fari ekki út í svona smáatriði en hvernig, þetta er náttúrulega allt stóratriði en þetta kvótakerfi, að það hefur beðið algjörlega skipbrot. Tölurnar eru talað bara hreinu máli þar og maður sér þetta áfram í hvað að gerast núna. Til dæmis, nú er að auka kvótanum 30.000 tonn. Það er ágætt þegar maður lítur, það er atvinnugandi og síðan lappar það líka aðeins upp og vöruskiptajöfnun. En ef við lítum á greinina sjálfa, að þá ef við tökum svona dæmi og sem ágætt að tóra, þá geti ímyndað mér að framlegðin sem að þeir myndu fá til þess að borga upp í skuldir, hún yrði svona cirka 2 milljarðar af þessum 30.000 tonna kvóta sem eru dropi í hafið, en það er ekki það sem skiptir máli. Ef að kvótin eins og það hefur verið metin á 4.000 krónur kílóið, þá gera það 120 milljarða á efnahagsreikningi. Þetta fitar efnahagsreikning. Þetta fitar efnahagsreikning. Þá er hægt að fara í bankann og slá lán. Og þetta slá meiri lán út á þetta. Þannig að það er eiginlega mikilvægt að fá fyrir þá að fá þetta út á þeim forsendum. Þetta er náttúrulega einhver atvinnulíf út á landi, eða atvinnulíf út á landi. En segðu mér svo er náttúrulega annað því að það verður engin endurnýjun í kerfinu. Þú kallar þetta, það er mjög skemmtilegt orð með í greininni, þú kallar þetta forgufning. Það var svona sko, já, það er það að þetta eldist, greinin eldist alltaf eldist í raun og veru. Já, eins og þetta, ég spyr dæmi sem tók að tóra, það er enginn sem að getur komið inn og keypt kvóta á þessu verði og byrjað að gera út, því að það gengur ekki upp rekstur. Getur ekki verið gott fyrir atvinnugrein að engin nýir aðilar geti komist inn? Nei, það er mjög slæmt og almennt talið í öllum hagfræðibókum, hvort það segja rekstrarhagfræði eða þjóðhagfræði, þá er það talið að það gangi að öllum atvinnugreinum dauðum í það lengri tíma litið. En hvað er hægt að gera í þessu? Ég meina, nú heyrir maður að sjávarútvegurinn vill láta afskrifa skuldirnar sínar. Sumt er þetta búið að veðsetja til Þýskalands. Já, í Vafningi. Sko, það er kannski ekki mikil þörf á því að afskrifa strax ef það er allt þetta nýja viðnota. En það breytir ekkert kerfinu eða þessum hagferli sem er í gangi þó að afskrifi skuldir. Því að ferillin heldur bara áfram í sama farveg. Þannig að þarf að grípa við ræturnar á, það er að breyta skipulaginu, það er að gefa upp á nýtt. Nokkuð eins og hann var að tala þetta að gera í þjóðfélaginu. Það þarf að gefa upp á nýtt í sjávarútveginum. Það þarf að breyta kerfinu þannig í sjávarútvegi að sem flestir séu sammála þetta. Hvernig sé staða á þessu og það sé fyrst og fremst sáttu það. En svona gengur þetta ekki mikið lengur, það er augljóst. Já, ef skuldirnar afskrifaðar þá má eiginlega segja að það sé verið að gefa mönnum kvótan aftur enn einu sinni. Enn einu sinni, já, gefa mönnum kvóta og gefa tækifæri að endurtaka sama leikinn. Já. Það er merkilegt.